Jæja, það mánudagur í dag. Ég held að það sé 22. júlí. Það allir dagar eins þegar maður í sumarfríi. Mér langaði að byrja nýtt vlog núna af því ég ekki búin að taka myndavélina svolítið lengi. Og mér langaði að taka upp eitt svona gott Hríseyjar vlog. Þú veist, við fjölskyldan, við erum alltaf að gera eitthvað í einhverjum garði, einhverju húsi. Hrund systir og Ingólfur maðurinn hennar eru sem sagt að fara að byggja pall. Það búið að vera ömurlegt veður núna í allavega 3 daga held ég. Bara bilaður vindur og rigning, þannig að við erum eiginlega bara búin að sitja inni því að það búið að vera það mikið rok að það nennir enginn út. Ég var líka svona pínu veik og mamma líka. Við höldum að ég stytti upp á morgun og það byrjaði að grafa fyrir pallinni fyrir Ingólfi. Og í okkar húsi þá erum við að fara að mála þakið og fyrsti glugginn okkar núna í marga daga á morgun, höldum við. Þannig að það bara að ræsa í fyrramáli og upp á þak sem að ég viðurkenni ég smá stressu fyrir af því að ég svo loftrædd. En gotta do what you gotta do. Já, eins og ég segi, ég elska svo mikið að horfa á svona vlog og ég svo sem veit ekkert hversu áhugavert myndefni þetta verður að mála þak og að byggja pall, en mér langaði allavega að gera heiðarlega tilraun til að gera gott vlog. Annars ég bara á fullu í atvinnuleit. Eins og ég veit þá erum við fóru að búa 2 ár í viðbót í Stokkhólmi og Stulli að fara í nám. Þannig að ég bara á fullu að reyna að finna mig vinnu. Subject sem stressa mig mjög mikið upp, en ég veit að það þýðir ekkert að stressa sig. Það smellur alltaf allt á endanum, en ég held við getum öll verið sammála um það að óvissa mjög óþægileg. Sérstaklega ef maður býr erlendis, sko, minn almáttugur. Eins mikið og það var þess virði að flytja út, þá við Stulli vorum að tala um þetta, þá þetta rosalega flókið. En já, við erum líka búin að vera lengi á Íslandi núna og svona, maður veit hvað er þægilegt að vera hér, en ég veit að leið að við komum aftur út, þá veit ég, þá finn ég aftur hversu worth it það er. En já, þannig að það bara lífið núna. Stulli að fara í skóla í lok ágúst og ég veit ekki. En ég að reyna að horfa á það líka bara sem spennandi. Ég mun alltaf finna vinnu. Þannig að, já, ég ætla ekki að stressa mig of mikið, en samt halda áfram auðvitað að vera mjög dugleg að leita. En við ætluðum að fara heim frá Íslandi, við ætluðum að fara aftur út til Svíþjóðar eftir verslunarmannahelgi, en föttuðum síðan að við erum ekkert að flýta okkur aftur heim, þannig að við verðum líklega á Íslandi þangað til miðjan ágúst, bara að vera með fjölskyldunni og já, núna þegar Stulli að fara að hætta að vinna í Íslandi þá getum við ekki flogið jafn ódýrt og oft heim. Þannig að það alltaf eins gott að bara nýta sumarið vel í þetta. Það líka svo gott veður í Svíþjóð þangað til í október, þannig að mér finnst við ekki vera að missa af neinu. En þarna fór ég á mjög mikið sidetrack. Stulli farin upp ég verði eiginlega catch ykkur upp á lingóinu, að fara upp í Hólabraut, það að fara til systur minnar og Austurvegur húsið okkar, húsið mamma og pappa. Þannig að Stulli farin upp í Hólabraut, ég í Austurvegi og mamma í göngutúr, krakkarnir á Akureyri með Hrund systur og Klöru og Böðvari. Þannig að ég ein heima og mér finnst það frekar leiðilegt, þannig að ég að pæla í að elta Stulla upp í Hólabraut og athuga hvort þeir eru byrjaðir að grafa fyrir palli. Eitt sem ég langar reyndar að sýna ykkur, ég búin að vera í fríinu mínu að hekla svona hárbönd, ótrúlega sætt, skemmtilegt. Búin að gera nokkur að sjálfa mig, þetta reyndar fyrsta sem ég gerði, bara hvítt og eins allan hringinn. Svo gerði ég eitt svona cute bleikt. Mér finnst þetta svo skemmtilegt. Eitt svona og svo var ég bara að klára eitt svo sætt gult. Ég elska þetta, mér finnst þetta svo cute.
Það er snarvitlaust veður þannig að ég ætla að klæða mig mjög vel. Það er bara húa vettlingar á allir pakkinn. Mamma gerir svo sæta prjónavettlinga og ég fekk eitt par þegar ég kom heim af því að ég kom ekki vettlingum. Ég kom ekki grammi í viðbót í ferðatöskunum mína á leiðninga. Ég fattaði ekki að vlogga þetta fyrir ykkur fyrir nokkrum dögum en við erum að pröfa á kofan nýjan lit. Við erum að svona æfa augað. Það er minna risk en að mála allt húsið. En okkur langar að mála það í einhverju svona aðeins hlýrri lit. Ótrúlega flott hvernig kemur út með þessu hvíta. Þarna koma Stulli og Ingó. Þeir eru byrjað að grafa hérna fyrir nýjum tröppum. Þegar þau keyptu húsið þá var inngangurinn þarna bakvið en þessar tröppur eru eiginlega ekkert notaðar. Þannig að því að inngangurinn er hér þá á að græja nýjar tröppur hér frekar. Dagsverkið. Svekkelsis-update núna. Ég vaknaði í morgun tilbúin að fara á grunna og bara get til í þetta. Ég komst aldrei upp á þak. Lofthræðsla mín er out of control. Ég fór efst í stigann og bara Mamma sagði líka bara ég veit ekki hvort þú hefur eitthvað að gera hérna uppi. En já, þannig að ég var með Brimir, litla frænda í dag, svo að Klara og Böðvar getu grunnað. En nú er byrjað að rigna. Annað sem er ógeðslega pirrandi og svekkjandi. Ég og mamma vorum að fara út að hlaupa og ég ætla að hlaupa alveg svona kannski millilangt, bara að fara 7 eða eitthvað. Og á kílómetra 2 fékk ég svo svakalega í hnéð. Ég er búin að vera svona pínutæp en samt ekkert eitthvað. Þannig ég get ekki hlaupið, þannig að þetta komur ekkert smá óvart. Ég var bara í miðju skrefi og hnéð bara einhvern veginn svona gaf sig. Þannig að ég stoppaði, ég vil ekki hlaupa á því og gera það verra. En ég var í svo sjúklega miklu stuði til að hreyfa mig af því ég er búin að vera líka að taka smá pásu af því ég fekk ógeðslega mikið kvef og bara bókstaflega það sem Stulli fekk. Já, þannig að það náði ekki lengra. Ég ætlaði mér að pröfa nýju hlaupabuxurnar mínar sem ég er mjög spennt fyrir, en það verður að bíða betri tíma. En ég get ennþá gert eitthvað, þannig að ég ætla að taka pínu æfingu, bara inn í herbergi, smá pilates eða eitthvað. Við ákveðum að fara úr Hrísey í 5 mínútur. Skella okkur í skógaveðin. Í rigningu. Mýkja sæðis upp hérna. Já.
Búið að vera sól í Hrísey allan dag og geggja veður, svona þetta er smá skellur. En ég er full að trúa á að sólin sé að koma. Ég er að vinna með náttföt eftir sundvæpið sem ég elskaði þegar ég var lítil. Varst þú að vinna með það? Hvað? Að fara í sund og taka náttföti með og fara svo heim og svona. Nei. Við vorum mikið í því á mamma. Það er reyndar hljómar ekkert eðlilega vel. Það var ógeðslega næs. Það er ekki Dominos í, eða þú veist, jú, það er Dominos í Svíþjóð, en það er bara ekki Dominos í Stokkhólmi. Það er svona, Dominos er ekki Dominos í öðrum löndum. Nei, sko. íslenskt Dominos er náttúrulega superior. Þannig að við ætlum að vera smá feita á því og taka eina dóttur á Dominos. Ég hef bara ekki getað hægt að hugsa um þetta eftir þú nefndir þetta á hann. Nei, ég nefndi þess að áðan, ég væri svo spennt að fara suður til að panta Dominos eins og það sé ekki hægt fyrir norðan. Megar engan sens, en já, við náum þess alveg. Klukkan er 8:30 og við þurfum að leggjast það svona 10 mínútur í 9, helst. Ég hef búin að glemja hvað landi í bíl. Við þurfum að panta og borða hratt. Hvað frá þessu? Biðtíminn á pitsunni er 30–35, þannig að við erum risking it. Já, við mætum bara strax, byrjaðum, hei, erum við til að henda þessu í ganga? Við búum í Hrísey, en að vera smá snöggar. Please, please, please. Where to begin? Hvað er þetta? Fengum við Dominos pizzu? Nei. We didn't make it. Við hefðum þurft að jeopardize því að koma heim klukkan 10 og koma heim klukkan 12. Já, það er ekki þess verið að bíða auka 2 tíma. Seriously. Þetta veður, sko. Ég geispa bara í öðru hverju orði af því að þegar veðrið er svona þá er ég bara þreytt og nenni ekki neinu. Ég var svo mikið að vonast til þess að rigningin ætlaði að vera búin í bili en ég er feeling pínu svona flat í dag. Veðrið er held ég bara að gera mig ógeðslega þreytta og svona, mig langar bara að leggja mig eða eitthvað en ég veit að mér er ofta að líða 1000 sinnum betur ef ég hreyfi mig og ég get ekki ennþá hlaupið út af hnén á mér, ég veit ekki hvað gerðist en ég get farið í ræktina og gert eitthvað. Svo ætla ég að hoppa í sánu og kalda pottinn eftir á. Ok, ég tók eitthvað. Eitthvað er betur en ekkert. Ég lærði það einhvern tímann. Ég svitnaði nú alveg eitthvað en ég er ekkert eitthvað að deyja. En ég þurfti bara aðeins að hreyfa mig og komast út. Nú ætla ég að skella mér í infrarauða og kalda pottinn og fara svo heim í kósí. Ok, tökum smá update hérna á símann. Við erum búin að leggja lagnir meðfram húsinu fyrir heita pottinn og mjög cool outfit. Svo er byrjað að græja smá svona, segjum að þetta heitir grind fyrir pallinn. Svo held ég að Stulli og Siffi séu hér að moka holur fyrir þetta dót, silfurdótið. Jæja, work update. Við byrjum að mála þak klukkan 9:30? Nei, er það? Það er svona 9:30. Já, og klukkan er núna 8. Við erum búin með sjúklega margar holur, meira en við áttum von á og það er ekkert það mikið eftir. Nei, það var allt tilbúið til að steypa á morgun. Við ætlum að vinna til svona 10, ég.
Rúmlega kannski. Þá fer ég heim í sturtu og þú vinnur í 2 tíma viðbót eða eitthvað. Já. En it's all worth it in the end. Þetta klárast, update á eftir. Garðurinn lítur svona út. En við erum búið með allar þessar holur. Handmókaðar, takk fyrir. Og það er bara þessi rönd eftir þá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 holur eftir. Við erum enga stund að þessu. Úff, let's go. Klukkan er bara 9:30 og við erum búin. Boom, allt handmókað. And I can feel it. Líður eins og ég hafi orðið undir trukk. Dagurinn byrjaði upp á þaki að mála. Það tók reyndar ekkert eitthvað ógeðslega langan tíma. En við vorum komin þar upp svona 10 leytið. Og síðan eftir það fórum við í pallinn hjá Hrund og Ingo eins og ég er búin að sýna ykkur. Og við erum búin að handmoka svo margar holur fyrir hana, ég veit ekki hvað það heitir, ég kalli þetta bara hólka. Og ég held að þegar ég vakna í fyrramálið eigi eftir að vera bara átt. Ég held að sé allir mjög búnir á því eftir daginn. Mamma gerði sér lítið fyrir og fór bara að hljópa í klukkutíma og 40 mínútur ofan á það. Ótrúleg. En nú ætlum ég bara að